Upp á 1970 þá neitaði lítið ríki að mæta fyrir alþjóðadómstólinn með þeim rökum við leggjum ekki okkar grundvallarhagsmuni fyrir alþjóðadómstólinn. Hvaða ríki var þetta? Þetta var Ísland, Parísarsáttmáli. Hann er fullkomin afurð alþjóðakerfisins. Fyrsta lagi, hann er ekki bindandi. Ef hann væri bindandi, það var hann ekki til. Sko loftslagsmálin, pæliði að minnka losun gróðurhúsalofttegunda, það er feikilega dýrt spögg, eins og allir vita, það er bara þannig. Að það er ekki bara dýrt, það felst í þessari hugsun gífurlega mikið inngrip og íhlutun í innanlandsmál ríkjana í alþjóðakerfinu. Það kostar okkur miklu meira en aðra. Sérstaklega þegar þetta eru prósentuútreikningar. Já, akkurat, þetta er bara svona. Kínur er undir með allt góðan alls, það þarf ekki að ræða það eins og. Og ef það stefnir í meiri átök og meiri deilur, þá víkja alþjóðalögin og alþjóðastofnanir. Það kemur að því að það verður sameiningarmál og þann dag verður Úkraínumenn óhamingjusamir. Eina sem getur útrýmt alþjóðakerfinu, það er að segja sem einkennum þess, fullvaldaríki ráðallega og ekkert yfirríkjaldum, það væri svona ógnutan og geimjan. Og við höfum séð þetta ekki, hvað er Independence Day og eitthvað svona bíómynd. Það er fullt af einhverjum myndir, já. Það myndi sameina liðið, sko. Þannig þarna er þetta, það er haldið í fullveldi, en auðvitað til að bara hnykkja því, það er auðvitað margt annað í gangi, það er alls sín samvinna í gangi í alþjóðakerfinu og alls sín samningar fullt af hlutum og þeir virka og allt er góð með það. En svona þegar þú kemur að öryggismálunum, þjóðaröryggishagsmunum, grundvallarhagsmunum í efnahagsmálum eins og í okkur í þorskastríðunum, að þá vill þetta alþjóðakerfið verða algjörlega ráðandi og fullveldis rétturinn verða það sömuleiðis og þegar ég segi ég bara bæta þessi sko, ég segi öryggismál, ok, en nú skulum við fara í eitthvað annað mál, loftslagsmálin. Það er svo kallar Parísarsáttmáli sem hann gerði 2015 og hann er alveg fullkomin afurð alþjóðakerfisins, ekki samstöðu og ótta við loftslagsbreytingum. Hann er fullkomin afurð alþjóðakerfisins. Fyrsta lagi, hann er ekki bindandi. Ef hann væri bindandi, það var hann ekki til. Það liggur bara fyrir. Það var aldrei möguleikja því að hafði verið samið bindandi Parísarsáttmála loftslagsmál. Það eina sem er bindandi í sáttmálanum er að þú átt að hafa eitthvað markmið, það er ekkert bindandi að fara eftir því, þú átt að gefa skýrslur og svo framvegis. Þetta er það eina sem er bindandi í sáttmálanum og skiptir engu máli. Og þannig að þetta umhverfisverndarsamtök, þau benda þetta alþjóðakerfi, það getur ekki tekið á þessu máli. Og stærsti þröskuldurinn í vegi fyrir því að bjarga veröldinni frá gróðurhúsaáhrifum, segja þessir aðeins, það er þetta kerfi. Alþjóðakerfi, fullvalda ríkin sem ráða öllu og ekkert yfirríkjavald, engin framkvæmdar aðili og samin þjóðirnar og allt í steik. Þetta er málið, þetta er kjarni málsins. Þannig að þetta er ekki bara, þetta er ekki bara þegar það er stríð, friður, tilvistarhagsmunir eitthvað slíkt, þetta er líka í svona málum og síðan auðvitað þegar ég nefndi áðan samningar en enn og aftur samningarnir er yfirleitt afurð lægsta samnefnara samningsaðilanna, skilur, svo sem við fara að hægast hann ræður ferðinni. Þannig að þetta er eðlilega alþjóðakerfisins og það hefur greinilega mikið skýringagildi og það er samstaða þetta kerfi vegna þess að þetta kerfi ver hagsmuni og þú átt á eitt meginengin alþjóðakerfisins, það er á engan að treysta, er það? Ég hef það að sjá á mig sjálfur, eða ná mér í bandamenn, volduga bandamenn, eða hvað það er. Það er engin kerfin ofar ríkjanum og þar með verður þetta, í svona kerfi verður vald gífurlega mikilvæg breyta. En ég er auðvitað bara að lýsa þessu og svo er til byltingar sinna sem segja þá að breyta þessu, skilur við, og hvort sem það er alþjóðakerfið eða kerfið heima hjá þeim, skilur við, en ef þú lýsir alþjóðakerfinu, þá er það svona. Og ef þú ætlar að greina alþjóðamál, þá verður að greina alþjóðamál á forsendum alþjóðakerfisins. Það er ekki framhjá því komið. Svo komið þetta gildislagan og spurningar og auðvitað eiga alþjóðadómstólar og alþjóðalög að hafa meira gildi en það þarf samkomulag það og það þarf samkomulag hvaða afleiðingar það hefur og ef það hefur einhverja voðalega slæmar afleiðingar fyrir mig en ekki góðar afleiðingar þá verður ekki samkomulag það.
svona veröldin ennþá en alþjóðakerfið fellur mjög treglega að baráttunni gegn loftslagsbreytingum vegna þess að kostnaðurinn allt of mikill. Ég er búin að skrifa þetta að fullir það verður aldrei samkomulag á heimsvísu hvernig ég að skipta þessum kostnaði. Nei, þetta einmitt það sem að sko, þú varst að tala þetta eiginlega langt á undan mörgum öðrum sko, ég man að ég las einhvers staðar og var einhver að skamma þig sko fyrir það að vera á móti þessu, því að bjarga veröldinni, en þetta í rauninni þú að benda á ákveðin praktísk atriði sem hafa í rauninni líka reynst rétt. Já, þú veist, ef ég var á þeim buxum sko að bjarga veröldinni þá væri ég ekkert að tala alþjóðamál eins og þau eru heldur eins og þau eigi að vera, skilju, þau ætti að vera. Og það bara, ég bara ekki tekið það að mér sko, það er enginn beðið mig það að tala heiminn eins og hann ætti að vera og ég get alveg haft á skoðan en ég verið öðruvís hann en þarna líka annað sko lofslagsmál. Mér þú verið frekar lítill liðin, þú ættir einmitt að reyna að breyta heiminum og alþjóðakerfinu. Og eitt sem lofslagsmálinn fel í sig sko, eins og ég segi sko, alþjóðakerfið fullvaldaríki og við erum hérna fullvaldaríkin og það má enginn hafa neginn verið að hlutast til okkar mál og eitthvað svona nema við séum búin að samþykkja það í einhverjum samningum eða lögum og svona. Sko lofslagsmálin, pælið þið, að minnka losun gróðurhúsalofttegunda, það er feikilega dýrt spögg, eins og allir vita, það er bara þannig. Að það er ekki bara dýrt, það felst í þessari hugsun gífurlega mikið inngrip og íhlutun í innanlandsmál ríkjana í alþjóðakerfinu. Og það eru sárustu tæknar sko á staðnum, það vill það enginn. Og svo er náttúrulega bara mikið af því sem sagt fyrir loftslagsmál bara að segja reynda, bara blaður, bara retorik. Mér langar að koma inn með eina breytu sko, sem hérna, út af því að núna hafa margir fæstur rauk fyrir því að sérstaklega með upprýsu Kína hefur kannski aðeins fatast flugið en Indland er að koma rosalega sterkt inn. Við erum að færast nær þessu svona multipólar heimi þar sem að mitt Bandaríkin hafa kannski ekki það svona rosalega yfirburðavald sem hafa haft og þar að leiðandi koma inn önnur öfl. Þetta gerir stöðun náttúrulega miklu flóknari út af því að það heldur eiginlega ekkert og ég hef einmitt verið að fjalla þetta sko og segja við fólk einmitt sem einmitt hefur verið að benda á ICC og ICJ svo ég fá að sletta á ensku að hérna sko hver er að fara að framfylgja þessum lögum, hver er að fara að framfylgja út af því að ég meina ef að þú ert með einhvers konar dómstól í einhverju öðru samhengi þá þarftu að hafa eitthvað vald sem að hefur tök á því að framfylgja því sem að dómstóllinn eða einingu niðurstöðuna og hann er ekki til eins og þú ert búin að vera að lýsa og engin eining. Nei, og hérna nú en svo ég fór skjóta spurninguna þetta ekki gerir þessi sko svona fjölpóla heimur þetta er rauninni þessa stöðu úr því að vera flókna í það nánast að verða ómögulega þegar það kemur að loftslagsmálum. Jú, og eins og ég sagði sko, stóri þrándurinn í göttinu, hann er að loftslagsmál eru bara innanlandsmál sko. Og tabúið í alþjóðakerfinu er að menn ekki að skipta sér innanlandsmálum og eftir þess að fyrir seilis lengra inn í þeim mun erfiðar að verður að ná einhverjum samningum. Og það er verkurinn í loftslagsmálum, þetta snúast efnahagsstefnuna möguleikaðina, efnahagsmálum, þú nefndir hérna rísandi stórveldi, Kína, Indland, við skrifum það opinberlega heim í Indlandi, við ætlum ekki að fórna okkar möguleikum á betri lífskjörum fyrir þetta mál. Þeir sem eiga að gera það fyrst, það eru Vesturlandabúarnir sem er búin að menga mest og svo framvegis, en þetta mál fyrir strax inn í þetta, inn í þennan farveg. Og svo mæta menn á þar á meðal Indverjar og Kínverjar og einhverja fundi og ekki einhverja fundi og leiðtogafundi með stóru loftslagsráðstefnurnar og nokkur ára fresti og segja jú, við ætlum að gera þetta. Kínverjar eru búin að taka á sig skuldbindingu og það er snúast það að auka ekki meira en svona mikið losun gróðurhúsalofttegunda með svona tæknibreitingum og einhverju slíku. En heimurinn stefnir í sífellt aukna losun gróðurhúsalofttegunda. Það fóru þeir ekki í það að minnka aukninguna? Sem að þeir eru að halda áfram að rísa? Það má orða það þannig, aðalatri, þeir nota tækni. En þeir eru ekki að fórna neinum efnahagslegum markmiðum eða efnahagslegum hagsmunum. Nei, þetta er líka sko, því ég var að lesa hérna bók Václav Smil sem heitir How the World Really Works. Og þar einmitt kemur hann með ótrúlega tölur sem er eins og það að 50% af öllum matvælum eiga rætur sem að rekja til hérna jarðefnaeldsneytis. Náttúrulega sko birgðaflutningar eru einvörðungu bundnir við það að sé hægt að koma með jarðefnaeldsneyti
sko, og þegar fólk alltaf að tala sko, matarskort í heiminum, það hefur aldrei sko, mjög langt síðan að var matarskortur í heiminum, aðal vandamáli hefur verið það að það sé að þetta útluta matvælum á sinni réttan stað. En svo annað hérna að sko frá 2018 til 2023 eða 2 að þá notuðu Kínverjar meira sement heldur en sko öll Evrópa á sko 100 árum og þetta hefur sko þetta gerir manni svona ljóst að við erum í svo rosalega flókinni stöðu en sko umræðan þetta eins og ég var að fjalla á þegar ég sá hérna viðbrögð við þínum skrifum þar sem hann var að segja að þú værir bara hérna á móti þessu. Já, þetta leiðinlegt að vera að skrifa svona sko. Já, en þetta samt, ég sko, bara að horfa á hlutin eins og ég að reyna það. En umræðan þarf líka svolítið að eiga þessi stað ég meina, svo ég skjóta þess á svona hérna helstu fjölmiðla umræðan á sér rauninni aldrei stað undir þeim formerkjum að þetta sé svona nánast ómögulegt undir þeim sko formerkjum og forsendur sem við búum við í dag. Nei, því miður. Ég held í fyrstu greininni sem ég skrifaði á vefsíðuna mína alþjóðamálin og alþjóðakerfið. Ég náttúrulega ekki drita á loftslagsmálum skilur eða veðurfræði. Ég ekki að gera það, ég bara að skrifa alþjóðakerfið og niðurstaðan svo alþjóðakerfið getur ekki tekið á þessu máli og mun ekki geta. Og í fyrstu greininni minni þá benti ég á það að sko eina leiðin til að gera þetta mál þannig að það sé hægt að fást við það að tækni og vísindi leysið. Þar með bara þannig sem að pólitísku hindranirnar víkja og þá erum við að tala tæknibyltingu í orkumálum fyrst og fremst þar sem hafa þær afleiðingar að það verða bara allir jafnir, það skiptir engu máli hvað það gerir þetta ódýrari kost. Já, bara þú eyðir bara þessu skorti á orku og eyðir hérna, það þarf ekki að rífast lengur að minnka losun gróðurhúsalofttegunda, það er bara problemið er farið og þetta verður þá verður loftslagsmál sem kallað er í fræðunum svona funksjónal vandamál sko, svo þú veist bara funksjónal mál, ég notaði nefndum með besta dæmið funksjónal mál er veðurfræði sko, eða hérna flugumferðarstjórn. Það er engan pólitískan aðdraganda eða deilur eða leitt til að ná samkomulagi flugumferðarstjórn í heiminum sko. Hún er búin að fungera, hún fungerar í gegnum allt kalda stríðið og allt það er einnig áhugað frávik núna, þeir horfir á heimskorti á flight radar sko, það er enga flugvélar frá Úkraínu og mjög fáar flugvélar yfir Rússlandi en flugumferðarstjórnin virkar. Saman með samvinnu í veðurfræði. Það vegna þess að það liggur sko sameiginlegu hagsmunirnir eru klárir. Þeir eru að vita hvað er í vændum og að flugvélarnar komist klaklaust leiðar sinna og það er ekki hægt að deila þetta og lausnin er að liggur fyrir. Ef að loftslagsmálin kemist á þennan stað sem þið gætu gert í gegnum tæknibyltingu þá erum við búin að leysa. Ég held að það leysist ekki öðruvísi, það er leiðinlegt að segja en pólitíkin og alþjóðakerfið getur þetta ekki, ég held ekki. Nei, þetta er hérna David Deutsch segir að hérna að eðlisfræðilegir möguleikar séu ekki bundnir við mannlega þekkingu heldur lögmál eðlisfræðinnar og það er alveg rétt sko, ég meina við búum við ákveðin sko, skýrasta dæmið þetta var náttúrulega þegar hérna Guðlaugur Þór tók af styrk til þess að kaupa rafmagnsbifreiðar og við vorum alltaf að hrósa sjálf okkur hvað við verum orðin rosa græn og flott og en í rauninni var þetta bara fólk að taka skynsamlegustu ákvörðuna við þær forsendur sem þau byggu við. Svo að þegar þær eru teknar út þá var allt í einu fólk ekkert voru kannski falskar í upphafi. Já, og já, nákvæmlega falskar í upphafi sem er eitthvað annað mál. En ég er aðalega að tala sko þær forsendur sem að þurfa að liggja fyrir til þess að fólk taki tiltekna ákvörðun. Ekki það að þetta sé eðlisfræðilegt lögmál, en þú þarft samt að hafa ákveðin hvatastýringa sko mótor í átt að þessu til þess að fólk sé að hag sínum borgið í þessu og það er annarkvort gert bara með hvötum eða með svipunni sko. En hvatandi náttúrulega ef þeir mismunum sko þá náttúrulega enda þeir líka í ógangum en til að bara aðeins við má bæta við þetta með hérna tæknilegu lausnina David Attenborough Bill Gates og fleiri hafa bent á þetta sem ég er að tala ég hef ekki búið þetta til sko að það er bara ein leið út úr þessu og David Attenborough reyndi fyrir 6-8 árum að safna liði í það sem hann kallaði Apollo-áætlun í loftslagsmálum. Apollo-áætlun og þegar Kennedy forseti sagði við munum koma manni á tunglið 60 og hvað 9 og bara saman hvað það kostar. Við munum setja þá peninga
og þá það er bjargir, þá vísindamenn og þekking og allt sem þarf og munum klára málið. Og Attenborough segir, við erum að gera þetta í loftslagsmálum, búið til Apollo-plan í loftslagsmálum. Og ég líka sko að ef alþjóðakerfið gæti ráðið við einhverja í loftslagsmálunum, þá væri það einmitt það sko, að segja, ok, já, hér eru fjármuni, svo þurfa ríkir að koma í fjármuni, en væntanlega eins og alls í deilur hver leiði hvað mikið að mörgum, en þarna er leið sem ekki ómerkari pappírar en David Attenborough benda á og telja einu líklegust leiðina. Að vinna í þessu eins og við erum að gera, að minnka losun gróðurhúsalofttegunda, sama hvað kostar, það verður aldrei nein pólitísk eining það. Svo erum við Íslendingar náttúrulega sérstakmál sem við nýlega skrifaðum sem að við erum komin svo langt í notkun endurnýjanlega orku að við hefum nowhere to go sko, eins og sættir á ensku, þurfum þá býða eftir öðrum, það myndi kosta okkur miklu meira en aðra. Sérstaklega þegar þetta eru prósentuútreikningar sko. Ja, akkurat, þetta er bara svona og Kínverjar og Indverjar með aldrei góðan nálægt, það þarf ekki að ræða það einu sinni, svo ég bara, það er ekki vísindalegt að segja svona, en ég get bara fullirt það. Hvað heldur það marga Indverjar langi til að eiga loftkælingatæki? Það er nú fréttin hvað er heitt í Pakistan? 52 gráður. Já, loftkælingatæki þau þurfa rafmagn sko. Og hvað langar marga til að eiga ískap þegar það er 50 gráður úti? Við má halda áfram, skilur. Nei, ég var á Indlandi þegar sko hitinn fór upp í held ég 53 ár. Það voru 8.000 mann sem að dóu á 2 sólarhringum. Bara í það sem að ég held ég sé að fara með rétt, ég held að þetta hafi verið bara í Chennai þar sem að ég var að verja mínum tíma og það er eins og þú segir sko, ég meina, og það er líka alltaf þegar að vera að fjalla þetta, sérstaklega út að ég kom inn á matvælinn áðan að sko það er oft verið að tala það að sé verið að bjarga fólk í Afríku og bjarga fólk á Indlandi en svo er einmitt þessi sko andstæðurinn sem að kemur náttúrulega frá þeim löndum sem að við segjumst vera að bjarga sem ég meina eins og ég held að unnin ábörður í Afríku sem áræti svona reykja jarðefnaeldsneyti, gas sérstaklega og ammóníak að þau nota 2% á meðan að Vesturvöldin og aðrir eru að nota einhverjum 85% og eru Afríkulöndin að fara að sætta sig við það að þau hafi töluvert verið uppskeru af matvælum sem þau nauðsynlega þurfa að halda þannig að þetta er hún nefndi líka semensframleiðslan, hún er hún var svo gífurlegt magn af gróðurhúsalofttegundum. Já. Þess vegna er þetta sko, ég horfði á, þetta 5 tímar, ég var í tattúi þannig að ég hafði nógan tíma og ég horfði á loftslagsdaginn og þar var verið að tala að við varum að íta framlandi og við varum einhvern veginn að gera hitt og þetta og varum svo ómögulega og ég er einhvern veginn svona, ég horfa á þetta, ég ætla að vera pínulega, mér fannst það svona pínu krútlegt nánast út af því að þetta er svo ég seti í andstöðu við big picture, þetta er svo small picture. Í því sem að við erum einmitt eins og þú segir sko, í staðina fyrir það að við kannski verðum að leggja áherslu á tæknibreytingar til þess að takast á við þetta, til þess að nýta orku betur, til þess að sko kenna allir kannski öðrum löndum hvernig við sækjum okkur orku á endurnýjanlega máta. Þá erum við einhvern veginn eins og sko kaþólskur munkur með svipuna. Þetta er svolítið skrítið sko. Það er náttúrulega tæknibyltingu í orkumálu. Já, ég er að segja. Jarðhitinn er ekki nóg, það er kjarnorku og sólarorku og það þarf umbylta nýtingu þeirra. Já, það er bara ekki nóg mikið til í heiminum. Þú ert að búa til orku með sól og kjarnorku, þú ert að umbylta aðferðunum til að geyma orku og dreifa henni. Þegar við leysum þetta þá er það komið. Núna eru mikla fréttir og reynda búin að hölda aldrei lengi alveg ný nálgun í kjarnorku muni bara á endanum leysa þetta. Við erum að tala sko að komast á við bara mannstætti Star Wars myndunum. Það er bara, orka er ekki vandamál. Við erum að tala þann stað sko, skilur við. Það var nýttur önnur vandamál í stjörnustríðsmyndunum sem var pólitísk sko, en orka var alveg búið að leysa það sko. Já, það var rosalega orkunotkun. Já, það var bara nóg aðeins sko, skilur við. Eitthvað plasma, ég kann ekki þetta, skilur við. En veröldin bara er þannig, hún nær ekki, hagsmunirnir eru mjög ólíkir og menn eru ólíkum stöðum í loftslagsmálum, algjörlega ólíkum stað, í lífskjörum og þetta og fleira stendur í veginum en svo þetta er náttúrulega öryggismálin og mikið í fréttu núna, mikið áhuggefni þróun öryggismála í veröldinni og þú nefndir áðan rosalega mikið vægan þátt þegar þú horfir á alþjóðakerfið það er